Þetta vídeó til þess að kenna ykkur að teikna PLC eða logo í PC Schematic. Byrjum bara á sama vanalega hérna. Vel okkur hérna A3-blað til að teikna og síðan bara teikna þetta sama vanalega. Og þegar hér er komið þá sjáum við það að kraftarásin er tilbúin, hún er alveg eins og í verkefni á undan og við ætlum að teikna næst PLC stýringu til þess að stýra þessum tveim seguliðurum að Q1 og Q2 og þá hefst það. Við bætum við bara nýrri blaðsíðu, bara venjulegur blaðsíðu eins og við höfum verið með, svona. Það er þessi hér, samvanalega. Síðan getum við farið hér og sótt þennan, til dæmis. Þetta er svona eining. En ég ætla að fara pílinn í aðra leið og fara hér í þetta hérna. Component Database, smellum þar. Þegar það er búið að gera svona tilbúna logotölu fyrir okkur sem við getum notað. Hér leitum við bara skrifum þar logo, leita, fyrir hér, þessi hér er með svona display eins og við erum með 230 volta 0BA6, við erum með 0BA8, þeir eru eiginlega alveg eins, þannig að þetta sleppur. Þá dúkkar það upp hérna, við smellum bara hér á og hendum þessu bara hérna beintir á miða þessa síðu. Kallum hana K1 og við þurfum að fara hérna, þið sjáu hérna í cons hérna, hér þurfum við að setja inn, við þurfum sem sagt að setja þetta inn, við vorum búin að skipuleggja hver er hvað, að S1 er I1 og S2 er I2 og svo framvegis. Það þarf að skrifa þetta hérna inn. Hverfur þarna axarskjálulegu smelli hérna á. Hér á að vera, á í einum á að vera stopp. Og þá sjáum við það að þetta, hvað gerist þetta. Það sýnir ykkur það. Það gerist nú ekki mikið, við sjáum ekki neitt, en allar þessar merkingar eru inn í þessu tákni hérna. Þetta tákn heldur utan allt í forritinu. En nú ætlum ég að gera svona hérna líka. Svona. Copy, paste. Þá eru öll heitin komin hérna við, sem er mjög skemmtilegra. Ég ætla ekki að setja meira á þessa síðu, þetta tekur allt frekar mikið pláss, þannig ég ætla að setja næsta á næstu síðu. Það er bara önnur síða, insert page, normal, þessi, og núna ætla ég að setja inputin. Og ætla bara að setja öll hérna í einu. Ég get líka sett 1 og 1 í einu ef ég vil og ekkert endilega svona með blaðsíðuna. Ég ætla bara að skutla þeim öllum hérna inn einu. Þægilegt. Og ég ætla að gera annað. Ég
ætla að bæta veitni síðu líka við búið til það. Síðan var 4. Og þar ætla ég að setja, nú sé ég ekki litla flipan hérna niðri, nú sé hvort ég næ honum hérna upp. Það eru 2 litlu flipar þetta niðri sem eru inn og out. Hann er svona rokkið inn rétt í flipin núna sem er out flipin hérna og ég ætla að henda þeim öllum hérna inn á og þeir eru hérna uppi bara hérna einhvers staðar svona. Ef þið sjáu þessa flipbækina þá eru þeir hérna niðri hérna. Svolítið er þetta að sjá það því að með svo lítinn skjá. Og það sem við gerum næst er bara að teikna hérna inn á þetta. Það er bara, við vissum alveg hvað að koma hann inn á hvaða input. Við ætlum bara að teikna þetta eiginlega fyrir ykkur þannig að þið getur bara hent eftir þessu. Það er svona frekar einfalt að fara bara þá leið í þessu tilfelli. Við sjáum að þeir eru ekki alveg hérna beint á sem að við hefðum viljað hafa. 1 væri hér og 8 væri hér og svo framvegis. Aðeins að færa á til hliðar. Hérna. Það er fasinn hérna. Byrjum að teikna hann. Þegar kemur svona punktalína, þú getur bara smellt á gemulína og er þetta stað. Mjög þægilegt. Ekki hitti þessi. Það ætla að koma. Svo vorum við með S1 og það er 13 og 14. S2. S3. Og svo eru þessir ekkert notaðir, þannig ég ætla bara að eyða þeim.
ef þið eru með eitthvað inn á þarna 7-8 þá náttúrulega teknið það en ég þarf ekki að malda svona og síðan er það tengilistanúmerinn hér kemur já, ég geti nú tekið þetta þægilegri leið hér á að vera exit 12 13 14 15 18 19 20 21 kemur á næstu tekningu 22 23 ég er ekki alveg ánægður þegar við vunum verið eitthvað í ekki allir að lenda í réttri hæð hérna hjá mér svona tekna þess öðruvísi þetta er tengt inn í nappabóksinu svona var þessi tekning tilbúin þá er hérna þessi eftir hana getum við gert til dæmis svona byrjum ekki stærri hérna fyrir þetta svonalega teknum bara núlið eitthvað svona allir og einn og tveir gömljósin
Ráða hvort þið kallaði H1 eða P1, það er bæði rétt. Svo kemur annað hér. Það tengja það bara eftir. 3 hérna þá. Tengilistanúmer, þetta hérna ljós er í hnappabóksinni, þannig að við þurfum að munum eftir þessum hérna. Exit 2.21 þannig að þá, og ég ætla að merkja þennan hérna líka sem N, stór N. Og þá ætti nú allt að vera komið sem að vera á þessari teikningu. Þá er bara eftir tengilistatablan, insert page, PLC list. Þessi. Update á list, boing, kemur allt hérna eins og við viljum hafa þetta. Og þá er þetta verkefni að vera tilbúið, mun eftir að smetla á save hérna. Og búa til PDF til að skila kennaranum. Þá lítið það svona út. Bara frábært.